Unglingahreyfingar eru ómissandi að tryggja kynslóðaskipti í flokkum og líka til að ná til ungs fólks og framtíðar kjósenda. Við ætlum að skoða hvernig unglingahreyfingar stjórnmálaflokkana nota samfélagsmiðla til að bera út sinn boðskap. TikTok er sá miðill sem fer mest ört vaxandi meðal ungs fólks í notkun og hann er bæði myndrænn og gagnvirkur. Það er hægt að til dæmis svara athugasemdum með myndböndum og halda þannig umræðu gangandi. Þegar kemur að samfélagsmiðlum þá er svakalega erfitt að ofmeta það. Að þú sérð fólk almennt og sérstaklega ungt fólk er mikið minna að fylgjast með fréttum og lesa fréttaefni en eru mun meira á samfélagsmiðlum. Það er náttúrulega, erfitt að vera í þessum fjölmiðla umhverfi þar sem að meginstreymismiðlar hafa ekkert verið sérstaklega hliðhollir miðflokknum og hálfur sannleikurinn kemur oftast bara fram. Þannig að samfélagsmiðlarnir eru okkar leið til þess að koma okkar skilaboðum áleiðis, til þess að geta talað fyrir okkar stefnum. Já, ég held að nefnilega eins og með ungt fólk, ég held að sé alltaf meira og meira fólki sem er bara að fá upplýsingar í gegnum samfélagsmiðla og er ekki, ég held að ég opna alveg fréttamiðla, ég held að vinur mín sé ekkert mikið hanginn á RÚV.is eða Vísi eða MBL sko. Ungir miðflokksmenn eru með flesta fylgjendur, tæplega 2000. Roði, ungir sósíalistar, eru með tæplega 1500 fylgjendur. Þar á eftir samband ungra sjálfstæðismanna með rúmlega 1200 fylgjendur. Ungt jafnaðarfólk er með rúmlega 1000 fylgjendur, uppreisn unglingahreyfing Viðreisnar er með tæplega 700 fylgjendur og samband ungra framsóknarmanna er með tæplega 600 fylgjendur. Flokkur fólksins er ekki með unglingahreyfingu. Langflest efni frá öllum unglingahreyfingum er kynningarmál, bæði á viðburðum og almennt yfirlitum stefnu flokkana. En þar á eftir eru unglingahreyfingarnar duglegar að skjóta hver á aðra og flokkana. Svona ætlum við að negla niður þessa vexti. I need 40. Og auðvitað mikið af bjarmi og gríni. Þetta bara snúist ekki að vera bæði þá hnyttinn og líka bara tala skýrt fyrir málefnunum, ekkert vera eitthvað að færa sannleikann eða fela hann. Ef ég spurði, hvað ég þá að segja? Á ég þá að ljúga? Að við erum að tala málefni sem okkur finnst alvarleg og gefum ekkert eftir í þar sko, en við nálgumst það með húmornum. Langar þig að taka þátt í kosningabaráttu Samfylkingarinnar? Nei, takk. Þegar þú veist, eðli málsins samkvæmt þá eru náttúrulega unglingahreyfingar ekki bundnar af neinum stjórnarsáttmála eða neinum þannig, þannig að það er svona á það til að vera eins meira frjálsræði í tjáningu og samfélagsmiðlum hjá það sem er gott sko. Snertu mig aftur og munt komast að því hver ég er. Ég heiti Ingvar Þóroddsson og ég er oddviti Viðreisnar í Norðausturkjördæmi. Þetta er eitthvað sem að félagsmennirnir oft tala eins og núna í vor þá gerðum við útlendingaumræðan var að byrja að koma af stað sko. Þá gerðum við svona stutt vídeó til að bregðast svolítið við henni. Það er ekki innflytjandinn sem að býr til efnahagsvanda. Það er stjórnmálastétt sem að þjónar auðvaldinu. Bæði ungir miðflokksmenn og ungir sjálfstæðismenn eru duglegir að gagnrýna ESB. Við verðum að standa gegn inngöngu Íslands í Evrópusambandið. Ísland ætla að ganga í Evrópusambandið. Við Albert Guðmundsson getum sammælt fyrir það. Við ætlum ekki að afsala fullveldun okkar eða sjálfstæði bara til þess að einhverjir keisarinn á Íslandi geti fara að vinna í Brussel á góðum launum skattfrjáls. Ungt jafnaðarfólk fjallar eiginlega ekkert ESB en uppreisn, unglingahreyfing Viðreisnar, gerir það. Nei, það er ekki verið að fara leynileiðina inn í Evrópusambandið. Ungir miðflokksmenn og uppreisn fjalla meir landamæri og útlendingamál en aðrar unglingahreyfingar. Raunveruleikinn við erum ekki á móti útlendingum, við erum á móti kerfinu sem við erum búin að byggja þetta. Ungir sjálfstæðismenn fjalla mest vexti og skatta en flestar unglingahreyfingar fjalla að einhverju leyti efnahagsmál. Ungt framsóknarfólk er eina unglingahreyfingin sem hrósar öðrum flokki. Við höfum verið duglega að gagnrýna hérna, en við þurfum líka að vera duglega að hrósa. Og uppreisn er eina unglingahreyfing stjórnarflokk sem gagnrýnir annan stjórnarflokk. Alma Möller að grípa fyrir hendur á fullorðnu fólki og segja þeim hvort að nikótínið þeirra megi vera með bragðið eða ekki. Ungt jafnaðarfólk og uppreisn svara athugasemdum. Þetta er mjög valid spurning. Það sem er verið að gera með nýju frumvarpi er að vera að breyta hvernig við reiknum út veiðigjöldin. Og ungir miðflokksmenn eru duglegir en aðrar unglingahreyfingar að setja athugasemdir á myndbönd hjá öðrum og minna þannig á sig. Eina leiðin fyrir okkur, við höfum ekki náttúrulega beinan aðgang eða stjórn yfir dagskrávaldsins, en þarna getum við komið með okkar hlutum áleiðis og það er gífurlega mikilvægt fyrir okkur að hafa þessar leiðir. Það getur verið mjög gaman að lesa kommentin. Eins og daginn þá var mjög heit umræða fjármagn sem fer í utanríkismál og þá erum við alveg fljót að birta vídeo það. Áhugavert að fá innsýn inn í fólk sem er kannski svona fyrir utan manns eigin búblu. Það mun beinni tenging held ég við fólki sem er að innbyrða efnið á samfélagsmiðlum og færð mikið fyrr
strax svörun, ekki bara einfallega með hlutum eins og hversu margir læka. Þannig að ég held að oft séum við að heyra mest frá fólki sem er annað hvort mjög ánægt eða mjög óánægt. Og ég held að það skekki svolítið myndina, sko. Þetta kemur ekkert í staðinn fyrir bara að vera að tala við fólk. Ungir Miðflokksmenn standa upp úr varandi stílinn. Myndböndin eru oft stutt og myndræn. Algjörlega það sem virkar fyrir TikTok. Örklipping, tónlist sem er vinsæl, fátt en reglulegt fólk í mynd. Ungt jafnaðarfólk er með frekar hversdagslegan og óformlegan tón. Við erum að bera út jöfn og frjáls. Ungir sjálfstæðismenn byrjuðu með formlegara útlit en hafa breytt aðeins um stíl. Hæ, Júlíus Viggo. Ungt framsóknarfólk er með mýkri tón en aðrar unglingahreyfingar. Tala mannamál og við erum fara að hlusta á okkur og hjálpa ykkur að fá það skilning sem þið eigi skilið. En á sama tíma ekki reyna að vera of neikvæð og náttúrulega svakalega mikið að passa hvað við setjum út í kosmosin. Samfélagsmiðlar eru bara sem svo plaggat. En ég held að, ég get alveg fullyrt að það eru ótrúlega fáir sem hafa einhvern veginn skipt skoðun á því að sjá nógu gott YouTube-vídeó eða nógu gott TikTok eða ræða saman í kommentkerfum, sko. Þegar á heildina er litið standa ungir Miðflokksmenn fremstir á vinsælasta samfélagsmiðli unga fólksins. Þeir eru með flesta fylgjendur, flest like og fá ólík viðbrögð úr mörgum áttum. En mikilvægast af öllu er að þeir tala tungumál TikTok. Og já, þarna er þetta. Þarna er hann kominn með báðar hendur, kominn inn á miðjuna. Anton Sveinn Maki í Miðflokknum.